Komið þið sæl. Þetta myndskeið er tekið saman fyrir málþing félags tölvunarfræðikennara og menntamálaráðuneytis í september 2011. Ég ætla ekki að kenna á Moodle-umhverfi sem slíkt, heldur sýna hvernig ég set það upp hjá mér. Ég þurfi vonað að verða einhverjum hvatning á að byrja að nota það og eins gefa þá hugmyndir hvernig hægt er að nota það svo það gagnist nemendum og kennurum. Í fyrsta lagi má sjá hér að ég set upp svæði fyrir 8. bekk, annað fyrir 9. og 10. bekk og svo sér svæði fyrir valgreinar sem ég kenni. Ef við skoðum hvernig svona svæði eða námskeið lítur út, þá má sjá að ég skipti síðan upp í efnistætti. Það er í hverjum kassa eða reit er afmarkað efni. Fyrsta spurning gæti verið hver er munur á þessu og venjulegri heimasíðu. Segja má að svarið sé það að hér er læst vefsvæði að ræða þar sem nemendur hafa aðgang að heima hjá sér, en ekki allur heimurinn eins og á opnum heimasíðum. Inn í þessa reiti er svo hægt að vísa í skjöl, myndbönd, tónlistaskrár, aðrar vefsíður, setja inn gagnvirk verkefni en einnig er hægt að setja þarna inn spjallþræði, halda utan vikiskrif og margt fleira. Sjálfur hef ég mest verið að setja inn skjöl, PowerPoint-sjó og tengla á vefsíður sem ég held að gagnist nemendum. Nú ætla ég að sýna ykkur dæmi slíkt. Í þessum reit sem ég kalla mikilvæg og handhæg atriði er meðal annars að finna atriði sem ég fer yfir með nemendum á hausti, eins og til dæmis hvernig ég vil að þau hafi vinnubókina sína eða hvernig námsmat er háttað. Og hér á Moodle get ég alltaf vísað í skjölin aftur og aftur. Þarna er ég líka með vísun á heimasíður og skjöl sem gott er að hafa við hendina eða geta gripið í hvenær sem er yfir veturinn. Dæmi slík skjöl er reglubók sem ég hef útbúið með helstu stærðfræðireglum í. Og annað dæmi er hugtakasafn námsgagnastofnunar, þar sem ýmis stærðfræði hugtök eru skilgreind og það nýtist sérstaklega vel nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku. Í næsta reit eru gagnvirk heimadæmi en ég ætla að koma þeim aðeins síðar. Hér má sjá reit þar sem ég er bara með vísun og aðrar heimasíður og þarna hef ég ákveðið að setja inn leiki sem reyna á rökhugsun nemenda. Þetta er sem sagt ekki kappakstursleikir eða byssuleikir. Mér finnst alltaf að hafa smá skemmtun með og ég sé að nemendur sækja til dæmis mikið í mastermind-leikin sem margir þekkja. Tölvan velur þá litaröð og nemendur eiga að finna út röðin út frá vísbendingum. Síðan má sjá hvernig ég útbý reit fyrir hvert kafla í kennslubókinni og hér er það efni sem nemendur nota mest. Í fyrsta lagi þá setjum ég þarna inn áætlun fyrir hvert kafla og þar sjá nemendur meðal annars hvaða dæmi á að reikna fyrir hvert tíma og með því að hafa skjalið aðgengilegt þarna þá geta nemendur aldrei sagt að þeir hafa ekki vita hvað átt að reikna heima, ólíkt því þegar maður dreifir blöðum sem eiga til að týnast. Í sama skjali sjá nemendur svo markmið og aðalatriði kaflans í gátlista-formi. Hér er með útskýringar fyrir nemendum sem ég kalla glósur. Þetta er í raun útskýringar sem settar eru upp í PowerPoint-forritinu en breytt yfir í flasskrá, en þannig skipulagður að ef nemandi lendir í vandræðum með tiltekin dæmi í bókinni þá getur hann flett upp úr sýnidæmum, skilgreiningum eða reglum sem ekki er að finna í kennslubókinni. Hér sjáum við glósur fyrir kaflan algebru. Ef nemandi smellir á kassana hér í horninu þá gerir það honum kleift að fletta fram og tilbaka í glósunum, þannig að hann þarf ekki að byrja alltaf á fyrstu glærunni. Og hér má svo sjá hvernig forgangsröð aðgerða er útskýrð. Nemandi er sem sagt leiddur í gegnum dæmin skref fyrir skref og á þeim hraða sem hann vill þar sem hann músar smellir sig áfram í gegnum útskýringarnar. Og svona glósur er að finna fyrir hvert kafla. Í kafla 3 er með hlutfallareikning en ef við lítum hér á kaflan almenn brot og sjá hvernig ýmis atriði sem tengjast brotareikningi eru tekin fyrir. Til dæmis samlagning brota, minnsti samnefnari, margföldun og svo framvegis. Og einmitt við þessum glósum hef ég fengið mjög góð viðbrögð bæði frá nemendum og ekki síður frá foreldrum sem eru margir hverjir mjög fegnir að geta flett upp í þessu þegar þeir eru að aðstoða börnin sín. Og einmitt með því að setja þetta efni inn á Moodle þá hafa nemendur og foreldrar aðgang að efninu heima fyrir. Hér er ég svo með gátlista fyrir próf þar sem ég vísa nemendum á ákveðin dæmi í bókinni og loks er hér sjálfsmatsblað. Og sjálfsmatið er hugsað þannig að nemendi geta áttað sig betur á því hvað hann kann eftir yfirferð kaflans, hvaða reglur var verið að kynna í kaflanum og hvernig það notaðar, hvað þarf hann að æfa betur og hvernig ætlar hann að æfa sig. Og þessa uppbyggingu hef ég eins fyrir hvert kafla en auk þessara þátt að þá vísa ég einnig á ákveðin forrit sem tengjast beint efni kaflans ef mér finnst að geta hjálpa nemendum með skilning. Til dæmis ég er í fyrsta kafla bókarinnar 8-10 er verið að fjalla hornasummu þríhyrninga og þá fann ég einfalt forrit á netinu sem sýnir hvernig hornasumman er alltaf 180 gráður þó svo að lögun þríhyrningsins og stærðir hornanna breytast.
Eins og sjá má þá nota ég Moodle til að safna saman á einn stað allskyns upplýsingum sem gagnast nemendum. Hér á svæðinu getur nemandi alltaf nálgast efnið og engin hætta á blöðin týnist á botninum í töskunni eða verði étin af hundinum. Ég líti á Moodle verkfæri sem enn eitt verkfæri fyrir kennarann sem hann getur nýtt sér og getur aukið við fjölbreytta framsetningu á námsefni rétt eins og krítartafla, myndvarp eða skjávarpi gera. Og með því að dreifa leiðbeiningum eða öðrum skjölum til nemenda á Moodle má ná fram miklu sparnaði hvað varðar pappírskostnað auk þess sem það er umhverfisvænna. Ef við snúum okkur þá að heimadæmunum sem eru hér ofar á síðunni þá vel ég að setja fyrir heimadæmi mánaðarlega og þegar prófið eða verkefni er búið til þá er hægt að velja mismunandi gerðir spurninga, til dæmis spurningar þar sem þarf að skrá inn texta eða tölur og fjölvalsspurningar, velja úr flettilista og svo framvegis. Svo er hægt að stilla ýmis önnur atriði eins og hve margar tilraunir nemandi færi við að leysa verkefnið, hvort hann þurfa að klára það á hálftíma eða 10 tímum. Og svo er einnig líka hægt að láta tölvuna velja tölur í dæmin. Til dæmis getur einn nemandi fengið dæmið 5 + 8 × 2 en annar fær dæmið 4 + 3 × 7. Báðir eru að vinna þá með forgangsröð aðgerða en með þessu móti getur Jón ekki hringt í Gunnu og fengið svarið beint. Og loks er það gífurlegu kostur að þurfa ekki mánaðarlega að fara heim með 120 heimadæmi í bunka og fara yfir. Hér á Moodle geta nemendur fengið einkunn sína fyrir verkefnið leið og þeir skila og ég get á sama tíma séð einkunn nemenda og hvað þeir gerðu rangt. Að lokum vil ég minnast á annan kost við svona kerfi en það er að geta fylgst með notkun nemenda. Til dæmis skoða ég við hvert kaflapróf hvað nemendur kíktu á glósur kaflans og gáttlistan og ef nemandi gengur illa á prófi og hann eða foreldrar nemandans bera því við að hann skilji ekkert í efninu þá geti ég á móti séð hvort nemandinn hafi í raun lagt sig allan fram við prófundirbúning. Og það sem stutti liða á veturinn núna þegar þetta myndskeiði gert og ég ekki búin að leggja fyrir kaflapróf þá skoði ég tímabil aftur til síðasta vors en hér má sjá hvaða nemendur hafa skoðað glósur úr kafla 2 og hvaða nemendur hafa ekki skoðað. Og til að taka þetta saman er eins og kemur fram í upphafi þá eru möguleikar á notkun fleiri en þeir sem ég hef sýnt ykkur hér en það var ætlunin fyrst og fremst að gefa ykkur sýnisorðna því hvernig hægt er að setja upp námskeið á Moodle. En ég lít á Moodle sem enn eitt hjálpartæki til viðbótar fyrir kennarann. Það er tiltölulega einfalt í notkun og kennaravænt og til lengri tíma litið má ná fram bæði vinnusparnaði og pappírssparnaði. Og ef einhver hefur athugasemdir eða spurningar sem hafa vaknað er velkomið að senda tölvupóst á netfangið brynjar.marano.olofsson@reykjavik.is. Takk fyrir.